Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 28. júlí er 9. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er gjafir andans góðir ráðsmenn. Í lexíunni skrifar Amos að Guð muni ekki gleyma verkum þeirra sem fara illa með fátæka. Í pistlinum skrifar Páll að ávöxtur ljóssins sé einskær góðvild, réttlæti og sannleikur og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá segir Jesús: engin þjónn getur þjónað tveimur herrum. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 16. kafla og hljóðar svo. Sá sem er trúr í því smæsta er einnig trúr í miklu, og sá sem er ótrúr í því smæsta er og ótrúr í miklu. Ef ekki er hægt að treysta ykkur fyrir hverfulum auðæfum, hver trúir ykkur þá fyrir sönnum auði? Og ef ekki er hægt að treysta ykkur fyrir eigum annara, hvernig getur þá Guð treysta ykkur fyrir því sem hann ætlar ykkur að eiga sjálf? Engin þjónn getur þjónað tveimur herrum, annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þið getið ekki þjónað Guði og mammon. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Menn hafa túlkað þennan texta á marga vegu og það er hægt að setja hann í samband við nokkra aðra texta. Í Matteusi líkir Jesús himnaríki við mustaskorn sem er smæst allra sáðkorna. Sú tenging við hið smæsta segir okkur að vera trú himnaríki, ríki Guðs. Í Lúkasi segir Jesús að ef trú okkar væri á stærð við þetta smæsta korn, þá gætum við allt. Þannig að þar táknar hið smæsta trú okkar. Guðspjallið í dag nefnir ekki sjálft kornið heldur viðmiðið, það sem er smæst. Eitthvað sem fær okkur til að íhuga hvað Jesús krefst í raun og veru lítils af okkur. Hann biður hið smæsta en lofar okkur miklu. Í öllum dæmisögum Jesú stendur vali á milli tveggja hluta. Hér eru það Guð og mammon. En hver er þessi mammon? Og hverju erum við trú? Í gegnum alla ritninguna biður Guð trúfesti við sig. Hann vill vera í fyrsta sæti, en í því sæti vill lífsbaráttan og hið veraldlega strit gjarnan vera. Við erum svo jarðbundin og háð því sem að við höfum eytt allri okkar orku í að afla, í þeim tilgangi að gera okkur lífið auðveldara. Við þekkjum þar sem við höfum og flestir hafa einhvern tímann lifað við fábrotin kjör. Þess vegna er erfitt að sleppa hendinni af þægindunum og okkur þykir vænt og við verðum ótrúlega trúföst gamla dótin okkar sem engir aðrir sjá nein verðmæti í. Er þá gamla dótið okkar og lífstílinn sem við höfum tróað með okkur, er það mammon? Nei, en allir hlutir hafa verðgildi. Og Jesús setur upp þessar andstæður, hið smæsta og hið mikla. Og hér kemur önnur túlkun. Hið smæsta er það sem hægt er að verðleggja, en hið mikla er það sem er ómetanlegt. Þess vegna getur hið smæsta táknað peninga, veraldleg auðæfi eða fjárhagslega velgengni sem Guð blessar okkur með. En Guð vill að við séum góðir ráðsmenn og ef við förum ekki vel og skynsamlega með þær blessanir sem við hljótum af hendi Guðs í lífinu,
Hvernig munum við þá kunna að meta hina ómetanlegu dýrð Guðs ríkis? Hvernig getur þá Guð treyst okkur fyrir hinu ómetanlega? Guð hefur alltaf sagt að hann sætti sig ekki við að vera hjá Guð, en vill jafnframt blessa okkur með góðum gjöfum, velsæld og velgengni. Ef Guð getur blessa okkur svo að eignir okkar aukist, þá getur ekki verið að hann sé á móti auði. Enda voru til dæmis ættfeðurnir Abraham, Ísak og Jakob auðugir menn. Hugtakið mammon notar Jesús þá yfir jarðneskar eignir eða efnislegan auð sem öðlast sömu stöðu og skurðgoð í lífi manns. Eins og dæmisaga hans ríka bóndan segir okkur, en með henni aðvaraði Jesús hlustendur sína með þessum orðum: Gætið ykkar og varist alla ágirnd. Enginn þiggur líf af eigum sínum þó auðugur sé. Í framhaldinu sagði Jesús sögu ríkan mann og máli var ekki að hann væri ríkur, heldur að þegar land hans bar skyndilega mikinn ávöxt var hlaða hans of lítil til að hann kæmi öllu korninu í hana. Í stað þess að selja kornið þeim sem þurftu eða gefa það sem var umfram, vildi hann auka ríkidæmi sitt og setjast öruggur og áhyggjulaus í helgan stein. En Jesús sagði: Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín heimtuð af þér, og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer fyrir þeim safnar sér fé en ekki ríkur í augum Guðs. Já, sá heimskur, þar að segja þessa heims hugsandi. Hann hugsar ekki lengra en að gröfinni og metur aðeins veraldlegar eignir og veraldlega tilvist. Við höfum yfirráð yfir því sem við eignumst, en það má aldrei verða til þess að við missum sjónar af ríki Guðs. Dæmisaga Jesú var ríkan mann, en auðæfin urðu ekki af vandamáli fyrr en þau tóku hug hans allan. Því skulum við aðeins íhuga þessi orð Jesú: Svo fer þeim safnar sér fé en ekki ríkur í augum Guðs. Þeir eru margir sem vegna svo vel í lífinu að þeir telja sig ekki þurfa á Guði að halda. Þeir telja að þeir séu sjálfum sér nógir. En Jesús sagði þá ekki ríka í augum Guðs. Veraldlegar eigur manna fylgi engum yfir gröf og dauða. Því felist ríkidæmi hvers manns í því að eiga von á hlutdeild í ríki Guðs. Ríkidæmið hinn andlegi fjársjóður trúarinnar. Safnið ykkur ekki fjársjóðum á jörðu, sagði Jesús, þar sem mölur og ryð, eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið ykkur heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir, mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Já, þemað í dag gjafir andans, og Jesaja segir að andi drottins sé andi speki, skilnings, visku, máttar, þekkingar og guðsótta. Og í Rómverjabréfinu segir Páll að þeir sem stjórnast af anda Guðs hafi hugan við það sem Guð vill. Því við höfum fengið þann anda sem gerur okkur að barni Guðs. Með anda Guðs innra með okkur erum við breyttar manneskjur, því andinn aukar okkur með speki sinni, visku og þekkingu, og við þiggjum þessar gjafir frá Guði þegar við tökum við trúnni. Heilagur andi hinn þögla en styrka stoð okkar í lífinu. Í sköpunarsögunni blés Guð lífsanda í nasir mannsins svo hann varð lifandi sál,
Og Jesús andaði á lærisveina sína og sagði, meðtakið heilagan anda. Við höfum öll DNA erfðaefni frá foreldrum okkar, en heilagur andi er erfðaefni Guðs sem hann gefur okkur þegar við játumst honum. Þetta erfðaefni erfist ekki, en með því merkir Guð okkur sem sín börn. Og vill eins og Jesús sagði í Guðspjallinu að við verðum honum trú í hinu smæsta. Orð Jesú tala inn í allar aðstæður og hægt að túlka á marga vegu, bæði inn í heim hinna ríku og hinna fátæku. Að vera trúr í hinu smæsta getur táknað að sjá hina minnstu blessun sem gjöf frá Guði. Það er kannski auðveldara fyrir hinn fátæka en þann ríka sem á yfirdrifið nóg, en sá sem á mikinn veraldlegan auð þarf jafn mikið á Guði að halda og sá sem lifir við skort. Því að án trúarinnar á Guð eru þeir báðir jafn fátækir. Okkur er gjarnt að blanda saman því jarneska og hinu himneska, en Guð dregur línu þar á milli. Hann fer aðeins fram á trú á stærð við mustaskornið, andlega fylgni við hann sem mun spíra og vaxa með tímanum eins og mustaskornið og verða stóru og sterku tré. Trúin er fyrst og fremst andleg afstaða til Guðs. Hverjum fylgjum við, hverjum erum við trú og hvern tilbiðjum við. Þó okkur þykir vænt marga veraldlega hluti, þá verða þeir ekki að mammon, því þeir taka ekki stað Guðs í hjörtum okkar. Trúin á Guð skiptir öllu máli. Gjafir heilags anda hjálpa okkur að feta rétta veginn og gera það sem er gott og rétt, því að ávöxtur ljóssins, það er trúarinnar, er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur eins og Páll skrifar í pistlinu. Við vorum myrkur en nú erum við ljós í Drottni, börn ljóssins. Já, þema dagsins er gjafir andans en textin sem ég tók fyrir var Guð og mammon og ég velti því upp hvort eigur okkar gætu verið mammon. En Guð tekur það skýrt fram að hann horfir á hjarta. Hvaða fjársjóð við geymum þar. Ef við trúum á Guð og tilbiðjum hann, þá höfum við svarað kröfunni hið smæsta. En Guð vill blessa okkur og hann vill treysta okkur fyrir hinum hverfulu auðæfum þessara jarðar, án þess að við ofmetnumst í velgengni okkar. Hættum að sjá velgengnina sem blessun frá honum eða að við missum trúna á hann. Því að Guð ætlar að treysta okkur fyrir sönnum auði í ríki sínu. Þess vegna veljum við Drottinn Guð sem okkar Herra og þjónum honum einum. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.